Já. Hvernig á ég að vera með hendurnar? Já, má ég byrja? Já, ég byrja bara. Nú í upphafi árs þá höfum við hér á Kvennadeild Landspítalans tekið upp nýtt verklag með legspeglanir þar sem við bjóðum upp á legspeglanir í staðdeyfingu sem áður hafa alltaf farið fram í svæfingu. Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítala segir að trúlega hafi álagið á spítalanum aldrei verið meira en nú og ekki sé hægt að viðhalda mannlegri reisn fólks. Í dag erum við með 70 manns umfram skilgreind rými sem eru líkjendagöngum. Here is where we always have an operator. Þróa starfshæfnisbrubblubblur. Við einfaldlega lesum inn í mikrofón og það birtist texti jafnóðum af því sem við segjum. Sjúklingar sem eru leiðin í aðgerð á Landspítala getur nú fengið sendan spurningalista í appið. Á síðasta ári, 2023, þá náðum við áfanga að gera 400 aðgerðir sem er 60% aukning á einu ári og á sama tíma þá endurnýjum við tækjabúnaðinn. Í mínum huga er ljóst að framundan er þróunarferli sem beinist að því að bæta þjónustu við sjúklinga, efla kennslu og vísindastarf og styrkja rekstur stofnunarinnar. Verðlaunin hlýtur stafræn framþróun Landspítalans. Já. Við erum ákaflega glöð með þetta og þetta er náttúrulega mikil viðurkenning fyrir það sem við höfum verið að vinna á stafrænni framþróun og kannski sem sumir þekkja líka sem HUT. Við leggjum líka mikla áherslu á það að vinna með nýsköpunarfyrirtækjum. Já, í dag er sprengidagur og ég hugsa að ansi stór partur þjóðarinnar sé einmitt að snæða saltkjötabaunir í hátíðinni eða í kvöld. Hérna er náttúrulega fólk sem er meira svona að telja baunir og í mannauðsdeildinni. Ég elska mannauðsstjóra hjá fyrirtækjum. Þeir eru yfirleitt miklu hressar en starfsfólkið. Árið 2024 ákváðum við að helga bráðadaginn ofbeldi. Það er margs að minnast frá fyrstu árunum. Það fór eiginlega allt á skrið með sameiningunni. Hann bara svarar þessu inn á netinu og það er bara komið svar hæl. Ég óska þess að páskarnir færi ykkur vonina. Gleðilega páska. Við vorum að gera samning við Defend Iceland sem er svona nýtt koncept sem er ætlað að hjálpa okkur að leita veikleikum sem eru mögulega í kerfunum okkar eða umhverju tækningurinn okkar. Þegar maður heldur áfram stöðugt að vinna eitthvað í vísindum þá safnast þegar saman kemur og þetta verður dálítið mikið af börðum á 40 árum. Maður er vísindamaður á sama tíma og maður er klínískur læknir og maður er líka klínískur læknir þegar maður er að sinna vísindunum. Hér í dag erum við að halda upp á 25 ára afmæli líknadeildarinnar. Hún var opnuð hérna 16. apríl 1999. Fundurinn í ár ber yfirskriftina Þróun í takt við þarfir sjúklinga. Fyrir hverja erum við? Af hverju erum við? Fyrir hverju stöndum við? Hverjum tilheyrum við? Nú er yngri kynslóðin að treysta mjög meira á tæknina og allt verið tæknivænt. En þetta er ákveðin tókstreita sem myndast í að eldri kynslóðin vill bara fá samtal og nennir ekki að skoða eitthvað app. Og meðan unga fólki nennir ekki svona hlustamann, við viljum bara fá þetta í SMS, helst strax. Í dag er orðið miklu auðveldara að fá tíma hjá húð og kyn. Og það er einfalt, ef þið finnst óþægilegt að hitta fólk, þá getur samt farið bara hérna gegnum deildina á þess að hitta nokkurn einasta heilbrigðisstarfsmann. Heyrðu krossinn, hvað er krossinn? Við erum í dag að hefja fjarskiptalækningar, það sem er fjarstuðningur við heilbrigðisstarfsfólk um all land. Hér er bara skýr upplýsingar að gefa hvernig staðan er í dag og þetta hjálpar öllum að fylgjast með. Ég heiti Kári Guðmundsson. Ég fekk ígrætt nýra á Bris fyrir 7 árum og helgina hljóp í marð. Við erum með fræðslu til dæmis hinsegin 101 og svo líka bara hvað teymið okkar gerir, lögin kynrænt sjálfræði, kynstaðfestu þjónustu og svoleiðis. Það sem er að gerast hér er að við erum að taka á móti nýjum línurhraðali. Við erum að endurnýja eldri hraðal sem er búin að þjóna okkur í 11 ár. Þetta er tæki sem við notum við geislameðferð krabbameinssjúklinga. Við erum semst að fara á stað með verkefni í skapandi greinum.
Gjörgæslan á Hringbraut var stofnuð 1974 en áður hafði verið gjörgæsla á Landakoti og í Fossvoginum. Pabbi minn, Aðalsteinn Sigfússon, hann er semst að gefa sína síðustu blóðgjöf en hann er búinn að gefa blóð í 50 ár og í 250 skipti. Við erum svona sjálfbæra tillitinu til að við getum kynnt húsin okkar, þú séum ekki að fá heitt vatn í hús og eins með varafl og neyðarafl að við erum algjörlega sjálfbær þar. Ég er bara að koma tilbaka úr fríi. Fyrstu börnin að koma inn með blóða niðurgang. Foreldrarnir klárlega í áfalli. Fljótlega fara að bætast við fleiri börn með sambærileg einkenni og þá fer svona vakna grunnur að þetta sé ekki eitthvað eitt einstakt heldur í raun og veru á miklu stærri skala en það. Nú haustið komið og með haustinu þá koma öndunarfæraveirurnar sem ganga á kaldari tímum. Nærri 100 manns liggja nú á Landspítalanum í einangrun af völdum ýmiss konar sýkinga. 40 sjúklingar eru í einangrun vegna öndunarfærasýkinga. Faraldur RS-veiru herjar á börn og staðan á barnaspítala Hringsins þung. Grímuskylda er á Landspítalanum þar sem inflúensa er farin að herja á samfélagið ofan í aðrar öndunarfæraveirur. Nei.